Ferðasumarið hafið að fullum krafti á Suðurnesjum. Flestir koma og fara ferðamennendur Keflavíkurflugvöll. Það síðan mismunandi hvort þeir taka bílaleigubíl eða setjast á reiðhjól á ferð sinni landið. Lúxusnekkja rússneska milljarðamæringsins Andrei Melinchenko hafði viðkomu í Keflavík á dögunum. Fley hans minnir meira á kafbáta en lúxusnekkju og kostaði smíði hennar 36 milljarða króna. Í snekkjunni sem ber nafnið A meðal annars sprengjuhelt gler, 3 sundlaugar, 3 hraðbátar en 2 11.000 hestafla vélar knýja hana áfram. Til samanburðar eru aðalvélar í nýjasta varðskipi Íslendinga, Þór, 6.000 hestafl hvor. Hönnuðir snekkjunnar eru Philip Stark og Martin Francis. Stark hefur hannað allt frá mótuhjólum til hótela. Ástæða komu snekkjunnar til Keflavíkur var að 3 farþegar borð voru á leið erlendis með einkaþotu frá Keflavíkur flugvelli. Myndirnar af snekkjunni voru teknar á ytri höfninni í Keflavík. Í fyrsta sinni áraraðir mælist atvinnuleysi á Suðurnesjum ekki það mesta á landinu. Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar var atvinnuleysi á Suðurnesjum í apríl síðastliðnum 2,6%. Atvinnuleysi á landinu öllu var 2,5% í apríl og var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 2,7%. Minnst var atvinnuleysi á Norðurlandi vestra eða 1,4%. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, flytur hátíðaræðuna á hátíðarhöldum sjómannadagsins í Grindavík sunnudaginn 5. júní næstkomandi á sjóaranum Síkáta. Hátíðaræðan verður væntanlega ein af síðustu embættisskyldum forsetans en hann lætur af störfum í sumar. Boeing 767 þotu Icelandair á leið frá Keflavík til Boston í Bandaríkjunum var snúið aftur til Keflavíkur skömmu eftir flugtak síðdegis á laugardag þegar hjólabúnaður vélarinnar vinstra megin fór ekki upp eins og hann átti að gera. Þotan lenti svo aftur á Keflavíkurflugvelli 2 tímum eftir flugtak án vandræða. Að ræða nýja breiðþotu í flota Icelandair en bilanir hafa verið tíðar í búnaði hennar síðustu daga. Íbúar innri Njarðvíkur halda rusladag í innri Njarðvík næstkomandi laugardag 28. maí. Þá var ætlunin að tína upp rusl allt hverfið og enda svo dagsverkið með grillveislu sem verður við Akurskóla. Rusladagurinn mun standa frá 12 til 17 og eru allir íbúar innri Njarðvíkur hvattir til að taka þátt í deginum. Reykjanesbær leggur hreinsunardeginum lið með því að útvega ruslapoka sem þarf og mun svo sjá förgun á því rusli sem safna verður saman á ákveðna staði í hverfinu. Loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins við Ísland hefst að nýju mánudaginn 30. maí og þá kemur flugsveit norska flughersins til landsins. Alls munu 70 liðsmenn taka þátt í verkefninu og til viðbótar starfsmenn frá stjórnstöð NATO í Úedem í Þýskalandi. Flugsveitin kemur með 4 F-16 orrustuþotur til landsins. Hótel Keflavík fagnaði 30 ára afmæli þann 17. maí síðastliðinn. Af því tilefni var Diamond Suites formlega opnað en það á efstu hæð hótelsins og fyrsta 5 stjarna hótelið á Íslandi. Á því eru 5 svítur og stofa. Gestir geta leigt eina og eina svítu eða alla hæðina sem 280 fermetrar. Að sögn Steinþórs Jónssonar eiganda og hótelstjóra á Hótel Keflavík hefur vantað slíka lúxusgistingu hér á landi. Lögð áhersla á persónulega þjónustu við gesti Diamond Suites og daglega reiddur fram morgunverður eftir óskum hvers gests. Þá fylgir Range Rover bíll með einkabílstjóra og möguleiki á einkakokki og einkaþjálfara. Framkvæmdir við svíturnar hafa staðið í 1,5 ár og hvert rými sér hannað. Þegar Hótel Keflavík var opnað voru fá hótel hér á landi. Fjöldi ferðamanna aðeins brota af því sem hann í dag og Bláa lónið ekki komið til sögunar. Fyrstu gestir hótelsins þegar það var opnað árið 1986 voru sjóstangaveiðimenn og segir hótelstjórinn þann dag hafa farið að mestu í drullu vinnu þar sem þeir geymdu aflann sinn undir rúmum. Hótel Keflavík hefur verið rekið af sömu fjölskyldunni frá upphafi. Fjölmenni sótti framboðsfund Guðna T.H. Jóhannessonar, forseta frambjóðanda, í sal Fjölbrautaskólans í vikunni. Guðni svaraði spurningum fundargesta hinn margvíslegu málefni, allt frá trúmálum og náttúruvernd til barna og fjölskyldu sinnar. Hann sagði líka margar sögur frá sér og sínum sem tengdust spurningum gesta úr sal. Aðspurður hvernig honum hafi verið tekið í heimsóknum sínum á Suðurnesjum í vikunni, sagði hann viðtökur hafa verið afar góðar. Mér líst vel á hug fólks hér. Ég finn að landið að rísa. Hér var erfitt, kaninn fór, hrunið kom
og Suðurnesjamenn lentu jafnvel í meiri vanda en aðrir. En það nánast hvar sem ég fer, það bjartsýni í fólki, það hugur í fólki, það ennþá mörg vandamál að glíma við, en það komin byr í seglin og ég finn þetta í skólunum, þar nú framtíðin, þar eru krakkarnir miklu töffarar. Ég fór í Stóruvogaskóla, fór í skólann í Sandgerði. Maður finnur kraft, maður finnur fjölmenningu, maður finnur að hér standa allir saman, hér reyna menn að finna og læra af því að standa saman. Þannig að ég kem héðan af Suðurnesjum fílefldur og bjartsýnn.